Formlegar viðræður eru hafnar milli 5 flokka til vinstri myndun meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Allir oddvitarnir hafa áhuga á borgarstjórastólnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir óraunhæft að Úkraína endurheimti allt landsvæði sem Rússar hafa hernumið. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands ræddu saman í síma síðdegis. Kennarar vilja að staðið verði við gömul loforð kjarabætur. Samningafundur framhaldsskólakennara og ríkisins var haldinn í dag. Reynt til hlítar að afstýra verkföllum í framhaldsskólum. Við erum tilbúin fyrir gos, segir einn umsjónarmanna varnargarðavinnu í Svartsengi. Undirstöður eru tilbúnar fyrir nýtt mastur ofan á varnargörðum, fari svo að háspennulína gefi sig eins og í nóvember. Það hefur ekki verið snjóléttari vetur á skíðasvæðinu í Hlíðarfjalli í nærri 20 ár að sögn forstöðumanns þar. Rok og rigning hefur leikið skíðafólk grátt í vetur. Gott kvöld. Viðræður vinstri flokkana í borgarstjórn Reykjavíkur, Samfylkingarinnar, Vinstri grænna, Flokks fólksins, Pírata og Sósíalista eru komnar á formlegt stig eftir fundarhöld í dag og í gær. Oddvitar flokkana segjast ætla að leggja áherslu á velferð og lífskjör borgarbúa og vonast til að ná saman. Anna Lilja Þórisdóttir, þú hefur fylgst með gangi mála í dag. Hvað hefur gerst? Já, Valgeir, eins og stundum sagt í pólitíku kannski einum of oft, þá héldu oddvitarnir spilunum þétt að sér svona framan af degi. Nú það var svo síðdegis sem við fengum staðfest úr annarri átt að formlegar viðræður væru hafnar og skömmu eftir það sendu þau frá sér tilkynningu það. Nú svo er líka stundum sagt að vika sé langur tími í pólitík og það nú ekki einu sinni vika liðin síðan Einar Þorsteinsson borgarstjóri sleit borgarstjórnar samstarfinu sem sagt í meirihlutanum. En við ræddum við þessa 5 oddvita núna skömmu fyrir fréttir og skulum heyra hvað þær hafa að segja. Verða ykkur aðra áherslu núna en í ykkar fyrri meirihlutum? Já, hver meirihluti sem myndast auðvitað bara á nýjum grunni og hann út frá þeim flokkum sem að koma á honum hverju sinni. Samfylkingin auðvitað bara jafnaðarmannaflokkur. Við leggjum alltaf áherslu á sömu mál og það mun ekki breytast en það eru nýjar áherslur. Og við erum að gera algjörlega nýtt samkomulag og byrja upp á nýtt. Hver er þessar nýju áherslur? Já, það kom fram í yfirlýsingunni okkar. Við erum svona að byggja þetta á þessum félagslega grunni og viljum bara setja fólki fyrst. Helga, þessari viðtal við okkur á fréttastofu RÚV fyrr í dag að þið og sósíalistar og Vinstri græn, þið varð ekki að ganga inn í gamalt samstarf. Eru með ykkur svona úrslita skilyrði? Fyrir því. Okkur finnst bara, ég sagði þetta sennilega vegna þess að okkur finnst bara svo mikilvægt að við erum ekki að halda áfram því sama. Við viljum gera eitthvað nýtt og eitthvað spennandi sem fólk finnur fyrir og kallar eftir. Erum við að tala fæði, klæði og húsnæði eins og hafa verið kjörur ykkar hjá Flokki fólksins? Já, það má heila segja það. Það er bara ágætis slagorð og fólki fyrst. Við bara öxlum það ábyrgð að mynda hérna stjórn sem að fungerar og setur íbúa í fyrsta sæti og ekki eigin áhyggjur af skoðanakönnunum. Við setjum fólki fyrst og við setjum velferð íbúa í forgrunn og það er svona okkar markmið með þessum samtölum sem við erum að eiga. Það eru auðvitað margt sem að sameinar áherslur þessara flokka og það eru með þessar félagslegar áherslur sem ég er mjög spennt fyrir því að skoða nánar og það eru auðvitað mikið ábyrgðar hlutverk að hér verði samstarf þar sem að hagsmunir almennings eru settir í forgrunn og við þurfum að einblína á það og ég bara bíð spennt eftir því að sjá einmitt hvernig við getum unnið fyrir fólki í borginni og einmitt með fólki í borginni. Þið í Vinstri grænum þið útilokuðu meirihlutaþátttöku eftir kosningarnar 2022. Af hverju viljið vera með núna? Það er bara allt önnur staða. Við ákveðum að stíga dálítið til hliðar af því að meirihlutinn féll. Það var ástæðan. Það var ekki það að við vildum ekki axla ábyrgð, en hins vegar fannst okkur rétt á þeim tímapunkti að láta á annað reyna, eðli málsins samkvæmt af því að meirihlutinn féll. En nú er bara uppi önnur staða. Ég tók það líka fram að ef allt færi í skrúfuna, þá værum við á hliðarleiðinni tilbúin til þess að axla ábyrgð.
Já, þetta sögðu oddvitarnir 5 fyrr í kvöld, en gerir einhver kröfu borgarstjórastólinn? Já, við spurðum það einmitt út í það hvort það langað til að verða borgarstjóri og já, við skulum heyra hvernig það svöruðu þeirri spurningu. Mér finnst mjög líklegt að við náum saman, en við erum ekki búin að ræða hver verður borgarstjóri. Langað til að verða borgarstjóri? Já, auðvitað langar mann og ég held að flesti borgarfulltrúar vilji verða borgarstjórar. Helga, langað þið til að verða borgarstjóri? Ég hef bara ekki leitt hugan að því. Já. Ef að það væri niðurstaðan þá myndi ég auðvitað axla það ábyrgð. Ég tek að mér öll verkefni sem mér er falið ef að það er niðurstaðan, en núna erum við að tala um málefnin, við erum að tala um það sem skiptir mestu fyrir borgarbúa og við verðum að einblína á það. En hvað sagði þú, Líf? Viltu vera borgarstjóri? Nei, ég yrði alltaf borgarstýra. Þá spyr ég aftur, viltu verða borgarstýra? Að sjálfsögðu. Vitum við eitthvað hvenær nýr meirihluti í borgarstjórn gæti litið dagsins ljós? Já, það var einmitt eitt af því sem ég spurði oddvitana 5 og þá var ég líka að spyrja hvort að það mætti gera ráð fyrir hann yrði kynntur á næsta borgarstjórnarfundi sem er ágerður á næsta þriðjudag. Nú það er svöruð því til að þeir ætla að vanda sig, taka sér þann tíma sem þarf. Nú það væntanlega ýmislegt eftir að gerast þanga til þá en við kveðjum héðan frá Ráðhúsinu í Reykjavík. Takk fyrir þetta, Anna Lilja Þórisdóttir. Bandaríkin telja óraunhæft að Úkraína fái tilbaka allt landsvæði sem Rússar hafa sölsað undir sig, segir varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. Íslenskur sendiherra var í Kív þegar Rússlandsher gerði umfangsmikla árás á borgina í morgun. Já, þær fóru nú ekki fram hjá neinum. Ég var í 2 nætur í Úkraínu og það voru árásir báðar næturnar. 1 var drepinn og 4 særðust. Friðrik fór til Úkraínu til að funda með ráðgjafa Úkraínuforseta. Síðastliðna nótt, þá voru þessar alvarlegu árásir, það sem voru þessar svokölluðu ballistic missiles. Það sem er alvarlegt við það og öndvert við þegar það eru drónaárásir að viðvörunartíminn er mjög skammur. Fólk hefur oft ekki nema 10 til 15 mínútur til að koma sér í skjól. Þegar svona flaugar eru skotnar niður og þá kemst ekki undan því að þær eru fullar af sprengiefni. Og leifarnar valda miklum skaða. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, segir árásirnar ekki til marks að Rússar vilji semja frið. Grunnvandinn er náttúrulega að annar aðilinn í þessum átökum, sá aðili sem hóf þessi átök, hefur ekki sýnt mikinn friðarvilja. Friðrik segir mikilvægt að réttlátur friður komist á, svo átök brjótist ekki út aftur. Síðdegis sótti nýr varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sinn fyrsta NATO-fund í Brussel. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Og ennfremur telja Bandaríkin aðild Úkraínu að NATO ekki raunhæft markmið. The United States faces consequential threats to our homeland. We must and we are focusing on security of our own borders. Ólafur, þetta voru skýr skilaboð frá varnarmálaráðherra Bandaríkjanna en svo dró aftur til tíðinda síðdegis. Já, atburðarásin hefur verið mjög hröð, mikið í gangi í dag og það var á 7. tímanum sem Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá því að hann hafi átt langt og gott samtal við Vladimir Putin, forseta Rússlands. Þeir töluðu saman í 1,5 tíma og þar kom meðal hans fram í þeirra samtali að þeir buðu hvor öðrum í heimsókn og svo sammældust þeir það að það þyrfti að hefja friðarviðræður strax. Og skömmu eftir það, þá greindi Trump aftur frá því að hann hafi líka talað við Zelenský og þeir töluðu saman í klukkustund og Zelenský hefur aðeins svona stuttlega greint frá því hvað þeim fór á milli og það virðist vera svona svipað. Þeir eru báðir vilja frið, það vilja allir frið í þessu stríði og kannski við munum það að þetta auðvitað eitt af kosningaloforðum Donald Trump, hann ætlaði að binda endi á þetta stríð í Úkraínu en það kannski ekki hægt að segja miðað við atburðarásin í dag og það sem að varnarmálaráðherra var að segja að Úkraína sé endilega í forgrunni. Þeir eru að greinilega gefa eftir landsvæði og munum að það var 2014 sem að Rússar tóku Krímskaga og svo hafa þeir núna eftir innrásarstríðið þeir ráða 15 landsvæðis í Úkraínu. Er þetta einhver upptaktur fyrir fund varnarmálaráðherra NATO-ríkjanna á morgun? Já, við getum alveg sagt það og svo er líka stóra ráðstefna í Þýskalandi helgina öryggi, alþjóðlegt öryggi. Þannig að það verður mikið að vera næstu daga en á morgun, eins og segir, er þessi fundur varnarmálaráðherra NATO-ríkjanna og þar verður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og það má alveg
svona, kannski geta sér til það með þessar yfirlýsingar Bandaríkjanna í dag að það verði dálítið þrúgandi og jafnvel dálítið erfitt andrúmsloft á þessum fundi og fréttamaður okkar í Brussel, Björn Malmquist, hann ætlar að ræða við Þorgeiri Katrínu eftir fundin á morgun. Já, það margt að gerast, mikið að gerast. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Þá förum við hingað heim. Allt kapp lagt á að koma í veg fyrir verkföll í framhaldsskólum, segir formaður félags framhaldsskólakennara. Samningafundur var haldinn í dag. Fundur hófst klukkan 11 og stóð til klukkan 4. Jöfnun launa á milli opinbera og almenna vinnumarkaðarins megin markmið allra kennara í kennarasambandinu. Traust sérstaklega mikilvægt að þessari stundu, sagði formaður félags framhaldsskólakennara eftir fundin, í ljósi þess sem samið var árið 2016. Þetta í rauninni bara þetta samkomulag sem var gert þarna á þessum tíma breytingar og skipan lífeyrismála og þeim átti að fylgja jöfnun launa milli markaða, opinbers og almenns. Og það hefur ekki átt sér stað og þetta samkomulag orðið yfir 8 ára og nú höfum við bara sett okkur það að við verðum að ná þessu fram núna. Samningarnir snúast fyrst og fremst grunnlaun en ekki fæst uppgefið hve mikil launahækkun kennara þarf að vera. Boðuð ótímabundin verkföll í 5 framhaldsskólum þann 21. febrúar náist ekki að semja fyrr. Við höfum hér hluti núna til þess að sem við verum að kasta á milli okkar aðeins. Og vonast til þess að við getum unnið úr þessu svo vel fari og náum örugglega að koma í veg fyrir þessi verkföll. Því það algjörlega markmið. Við viljum ná samningum áður en verkföll skella á. Annar samningafundur framhaldsskólakennara og ríkisins boðaður klukkan 11 í fyrramálið. Þá hefur samninganefnd sveitarfélaga boðað samninganefndir grunn, leikskóla og tónlistarkennara og fund á morgun. Aðalmeðferð hófst í morgun í einu umfangsmesta skattsvikamáli sögunnar sem kennt við fyrirtækið Sæmark. Aðkoma skattrannsakanda sem hafði áður unnið fyrir sakborning var til umræðu í dómsal. Sigurður Gísli Björnsson, fyrrverandi eigandi og framkvæmdastjóri fiskútflutningsfyrirtækisins Sæmarks, ákærður fyrir stórfelld skattalagabrót, meðal annars fyrir að koma launagreiðslu starfsmanna undan skatti. Þetta hann sagður hafa gert með greiðslu tilefnislausra reikninga til 2 fyrirtækja í Sviss og á Kýpur. Þaðan rataði féð til félagssigurðar í Panama. Aðalmeðferð hófst í héraðsdómi Reykjanes í dag. Rannsókn málsins hófst eftir birtingu Panama-skjalana vorið 2016 og hefur staðið síðan. Málsgögn alls 6.000 blaðsíður og það til marks umfang þess. Yfirskattanefnd hefur þegar gert Sigurði Gísla að greiða 0,5 milljarð króna í vangreidda skatta, en dómsmálið snýst það hvort honum verði gerð refsing í þokkabót. Sigurður Gísli sagði í morgun að honum hefði brugðið þegar Páll Jónsson, rannsakandi hjá skattrannsóknarstjóra, hafi yfirhert hann meint skattalagabrót. Páll starfaði áður á lögmannsstofu sem vann fyrir Sæmark og segir Sigurður Gísli að þarna hafi hann skyndilega verið kominn hinum megin við borðið. Auk Sigurðar 2 menn ákærðir fyrir aðild að brotunum með útgáfu reikningana tilefnislausu. Í máli annars þeirra nemur upphæðin tæpum 2,5 milljón króna en sá játaði brotin fyrir dómi í dag. Hinn maðurinn ákærður fyrir útgáfu reikninga upp á tæpar 232 milljónir króna en sá neitar sök. Óprúttinn karlmaður í Bretlandi hefur nýtt sér eymd annarra til gróða. Þessu komst sænska ríkisútvarpið að þegar maðurinn fór að safna fé fyrir fórnarlömb skotárásarinnar í Örebro. Yfirleitt fjöldi fólks reiðubúin að aðstoða þau sem sárt að binda, ekki síst í litlum samfélögum. Þessi vefsíða sem var stofnuð eftir skotárásina í Örebro, þar sem 10 voru myrt, lítur við fyrstu sýn nokkuð eðlilega út. Fólk boðið að styðja fórnarlömb och sagt að féð verði notað í lækniskostnad, aukið öryggi í skólum i Örebro och minnesvarða. Men jag tänker att det är väl jättebra att vi stödjer offren och visar medkänsla och omtanke. En fréttamenn sænska ríkisútvarpsins skoðuðu málið aðeins betur og ráku augun í að hvergi koma fram upplýsingar sænska samstarfsaðila. Þá eru ensk góðgerðarsamtök að nafni Urgent Appeal skráð fyrir síðunni en í gagnagrunni þessi samtök ekki til. Þetta eru sem sagt fjársvik. Jag kan inte föreställa mig hur man kan göra så efter något sånt här. Samkvæmt SVT einn karlmaður á fertugsaldri á bakvið Urgent Appeal. The number you have dialed is not in use.
Hann hefur hvorki svarað símtölum né tölvupóstum. Urgent Appeal með fleira á sínum snærum, fjáröflun annars vegar fyrir fórnarlömb eldanna í Kaliforníu og hins vegar stríðsins á Gaza. Vegagerðin hefur lækkað hámarkshraða á vegum víða á Vesturlandi niður í 70 og varar við hættu vegna bikblæðinga eftir hlýindi síðustu daga. Hættustig vegna bikblæðinga í gildi á Bröttubrekku og í Dölunum en einnig á vegum á Snæfellsnesi. Starfsfólk Vegagerðarinnar var á ferðinni í dag til að meta hvar ástandið var verst og hreinsa vegina eftir megni. Þannig að við erum að stoppa og aðeins að tékka á yfirborðinu hvort það sé klístrað og svo erum við bara að auka merkingar og reyna að vera sýnilegir og fá fólk til þess að hægja á sér. Svona líta tjöruklessurnar út sem Guðjón og félagar eru að skófla veginum. Þær eru klístraðar og sumar eru mun stærri en þetta og þær geta vafið sig utan dekkin á bílunum þínum. Það eru ansi vel hjúpuð dekkin á bílunum hjá ykkur. Hvað áhrif hefur þetta fólk sem er að keyra? Já, þetta náttúrulega skerðir náttúrulega bara aksturseiginleika bílsins. Þannig að menn verða náttúrulega að hægja á sér og svo náttúrulega líka að þetta náttúrulega einhverju tímapunkti byrjar að losna af dekkjunum sem gerir það á verkum að það er alltaf hætta á steinkasti. Vegagerðin hafði þegar nóg á sinni könnu á vestursvæði því mikið holur og brotna klæðingu á vegum á Snæfellsnesi, víðar á Vesturlandi og á Vestfjörðum. Klæðningin, hún molnar auðveldlega þegar undirlagið er vatnskennt eins og það er núna. Og við erum að sjá bara breytingar á sunnanverðinu frá því í gær, þar sem að molna upp klæðningin, þar sem að vegirnir eru að þiðna og eins og ég segi, þeir eru bara mjög viðkvæmir. Okkur þætti mjög vænt að þeir myndi sýna okkur sem erum að vinna við viðgerðir á þessum blessuðum vegum okkar þá tillitssemi sem þar til þess að allir komi heilir heim í lok dags. Varnargarðar Svartsengi hafa enn verið hækkaðir til að verja mannvirki við hugsanlegu 8. eldgosi og Sundhnúksgígaröðinni. Aðeins rauðar veðurviðvaranir fá menn til að leggja niður störf. Í Svartsengi var varla stætt rétt fyrir hádegi, hávaða rok og rigning sem kom borgarbúum á óvart í borginni var næsta vorulegt á sama tíma þótt stutt frá væri. Fer nú ekki illa inn kallana inn í öllum þessum tonnum af járni sem þeir eru með. Nei, það hættum vinnu í rauðu viðvörnum daginn í 1 sólarhring en annars bara hefur alltaf verið allt á fullu sko. Hvað eru þeir orðnir háir garðarnir núna? Þeir eru orðnir svona 16-17 metra háir meira og minna á þessu svæði og svo neðar á móts við Bláalónið og þar sem að reyndi mest á núna í nóvember. Þar stendur þetta svona víðast svona 9 metra, 8-9 metra yfir hrauninu sem lagðist á garðinn þar. Eru þið tilbúin í næsta gos? Já, hér er allt tilbúið og búið að vera í töluverðan tíma. Steypustöplar standa nú efst á varnargarðinum hjá háspennumastri Landsnets sem stendur innan varnargarðsins og var reist í desember. Það er búið að reisa í raun og veru svona kúlu utan á garðinn sem er þá fyrir mastur farið svo að línan slitni aftur niður og þá er allar fyllingar tilbúnar fyrir að reisa nýja raflínu við hliðina á þessari sem er þá þarna núna. Áfram er aukin hætta á eldgosi á Sundhnúksgígaröðinni en hvenar kvikan ryðst undan Svartsengi er óvíst. Það geti verið eftir nokkra daga eða eftir 4 vikur eða jafnvel eftir lengri tíma. Aðstæður til að renna sér á skíðum hafa ekki verið verri í áratugi, segir forstöðumaður skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli. Aðeins hluti svæðisins er opinn og líkur eru á að takmarka þurfi gestafjölda í vetrarfríinu. Veður og vindar undanfarna daga hafa gert það að verkum að lítið er eftir af snjó í skíðabrekkum Hlíðarfjalls á Akureyri. Að sögn forstöðumanns gerði ofsa veður liðinnar viku útslagið. Síðasta vika var náttúrulega bara rosalega erfið. Það tók upp mjög mikið snjó. Það var náttúrulega bara mjög rigndi og mikil vindur. Staðan á brekkunum í Hlíðarfjalli hefur oft verið betri á þessum tíma árs. Og er raunar svo að ef ekki hefði verið framleiddur snjór í vetur þá væru brekkurnar hreinlega alveg auðar. Því að það sem eftir er af snjó núna hefur allt verið framleitt sérstaklega.
Þetta í rauninni, sko, ég held að við þurfum að fara aftur til árið 2005 til þess að sjá svona svipaðan veður í bara snjóleysi, úrkomuleysi. Er svo bara unnið myrkran á milli þegar að loksins svona dettur inn það sem þið þurfið til þess að framleiða? Já, bara leið og að kemur aðstöð til þess að framleiða þá bara erum við bara í því. Aðeins opið á neðri hluta skíðasvæðisins en Brynjar býst við nokkrum fjölda í fjallið í vetrarfríinu. Þannig að við þurfum sennilega að reyna að takmarka bara fjöldan í brekkurnar og við höfum gert það einu sinni og það var í COVID. Hann segir mikilvægt að takmarka fjöldan þar sem svæðið sé aðeins opið að hluta. Nauðsynlegt sé að fólk geti skíðað öruggt brekkurnar. Við vitum bara að Bláfjöll verður ekki opin í vetrarfríum og við veitum að Dalvík verður opið, það ágætis aðstæður þar en ég hvet fólk til að kíkja þangað. En við vitum að fólk að koma til okkar og við þurfum bara að bregðast við því og ég held að þetta sé svona eina sem við getum gert að reyna að takmarka fjöldan sem kemur. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Við ætlum að tala Reykjavíkurflugvöll og Öskjuhlíðina. Það aðeins verið ein opin flugbraut síðan á laugardag sem gæti stefnt sjúkraflugi í hættu. Þekkjum auðvitað söguna, Samgöngustofa skipaði Isavia að loka brautinni þar til Reykjavíkurborg hefur fellt 1400 tré í Öskjuhlíð. Skógarhuggið byrjað en hvenær opna brautin? Við fáum vonandi svar við því og eftir því að forstjóri Samgöngustofu gestur okkar. Svo ætlum við að ræða við tvær manneskjur sem flúðu hingað frá Gaza en saga þeirra var sögð í nýlegu útvarpsverki eftir Kristínu Eiríksdóttur sem hefur vakið mikla athygli. Já, við missum ekki að Kastljósi. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. En lítum næst til veðurs. Það austanátt í kortunum fyrir næstu daga og jafnvel fram eftir næstu viku. Veðrið verður af þeim sökum nokkuð einsleitt með lítilsháttar úrkomu með köflum suðaustan og austanlands en þurrt verður að mestu í öðrum landshlutum. Hitatölur verða nokkrum gráðum yfir núllinu suðvestanlands að deginum en að öðru leyti í kringum frostmark. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Almar Ormarsson sér þær í kvöld. Heimsmeistaramótið í skíðaskotfimi hófst í dag og þar fóru stórstjörnur illa að ráði sínu. Pandervold klikkar aftur, norðmenn dragast aftur úr, Svíar klikka á 3, Svíar getur verið að byrja refsering. Á heimsmeistaramótinu í alpagreinum var keppt í liðakeppni karla í alpatvíkeppni. Svisslendingar áttu góðan dag í brekkunni. Og Nottingham Forest lenti í kröppum dansi gegn C-deildarliði Exeter City í enska bikarnum í fótbolta. Íþróttir hér handan við hornið. Rifjum þá næstu upp helstu atriði frétta. Formlegar viðræður eru hafnar milli 5 flokka til vinstri myndun meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Allir oddvitarnir hafa áhuga á borgarstjórastólnum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir óraunhæft að Úkraína endurheimti allt landsvæði sem Rússar hafa hernumið. Forsetar Bandaríkjanna og Rússlands ræddu saman í síma síðdegis. Kennarar vilja að staðið verði við gömul loforð kjarabætur. Samningafundur framhaldsskólakennara og ríkisins var haldinn í dag. Reynt til hlítar að afstýra verkföllum í framhaldsskólum. Við erum tilbúin fyrir gos, segir einn umsjónarmanna varnargarðsvinnu í Svartsengi. Undirstöður eru tilbúnar fyrir nýtt mastur ofan á varnargörðum. Fari svo að háspennulína gefi sig eins og í nóvember. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is og svo má líka senda ábendingar á fréttir@rúv.is. Segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hvort sjá okkur aftur, þetta allt og langur við skilnaður. Já, við höfum saknað því. Allavega ég. Það var að fara að birta klukkan 9 morgun, þannig að skammdegið að vera. Og það birti til